Gunni, hvernig líst þér á Gilbert Burns sem andstæðing? Kemur inn með 2 gegn fyrir það, áttur auðvitað að mæta Tíu Galvez, en hvernig finnst þér að fá Gilbert inn? Það var náttúrulega frábært að fá einhvern inn, sko. 2 vikur í þetta og ég var svona orðinn nokkuð, eða þú veist, maður var orðinn helvíti hræddur að fá engan á móti sér. Þannig að fengið einhvern var bara geggjað og að fengið Gilbert Burns sem bara drullu góður andstæðingur náttúrulega bara frábært. Akkurat, en hvernig undirbýr maður sig fyrir andstæðing bara með 2 gegn fyrir það með tilliti til svona strategy og einhverja leikvallan? Þú veist, maður náttúrulega búinn að vera að æfa þetta sport svolítið lengi og þú veist, þótt að þú sért ekkert beint að fara að kampa neitt eftir, það eru 2 vikur eftir, það er basically bara þannig sé flow og rolleit, sko, þannig að það er bara undirbúa sig, þú veist, bara andlega og byrja svona að sjá fyrir svona smá strategíur og þannig, sko, og þú veist, þú ert tilbúinn, þannig að og ég meina ég hef glímt andskotanum meira í gegnum tíðina þannig að ég er alveg tilbúinn að fara á móti glímukalli, sko, þó að ég hafi átt að fara fyrst á móti striker, en þannig að þú veist, það er bara svona aðeins taktík og það er bara eitthvað sem við tvíkum saman hornamennirnir og ég náttúrulega í bardaganum og svoleiðis. En þú varst að vinna svolítið með Jorge Blanco í þessu kampi, ertu búinn að vera að vinna meira í strækingunni, fannst þér eitthvað sem þú þurftir að vinna í núna og hvernig finnst þér að vera að þróast svona sem standardi fighter? Já, við erum búin að vinna alveg slattað með strækingi í þetta kamp, sko, og það sem að kannski hefur verið öðruvísi er einmitt það að Jorge kemur inn og maður er með einhvern bara svona stræking þjálfara sem er alltaf að fara yfir eitthvað, þú veist, nánast á hverjum degi og mér finnst það í rauninni ekki að koma neitt niður á glímaæfingunum þar sem að við erum búin að halda öllum hinum æfingunum og þetta einhvern veginn hefur bara svona bæst við og þetta kamp hefur bara verið high pace og já, ég held, þú veist, mér finnst þetta var svona seinasti linkurinn í tíminu, þú veist, við höfum alltaf verið með mjög fínt jiu-jitsu, síðan alltaf Matt þegar hann kom inn og kom svolítið með wrestlingi, tók það upp á næsta level, unnar með conditioningið og síðan kemur núna striking þjálfari og síðan er alltaf með John svona til að yfirsjá allt, þú veist, og þannig að þetta er, já, þetta var svona seinasti linkurinn á mínu mati fyrir mig, sko, í mitt kamp. Nú er náttúrulega 2 frábæra glímumenn mætast, oft hefur við sjáum 2 frábæra glímumenn mætast, er þetta bara standandi kickboxbardaði? Heldur að þetta fari eitthvað langað að taka þetta í gólfið? Já, ég verð að fá aðeins að fara í gólfið. Það er eiginlega, þú veist, auðvitað ef að bardaginn verður þannig og þú veist, hann verður kannski kláraður í fyrstu lótu eða eitthvað standandi og þá er ég alveg, þú veist, ég er alveg mjög til í það, skilur, og ég kem alveg til með að nýta mér það sem ég hef standandi, sem mikið ég get, en ég bara svona, ég verð aðeins að fá smá að grípa í hann, þú veist, aðeins, það er bara eiginlega must. En það tækifæri gefst. Þú talar að eftir síðasta bardaga hefur þetta að vera aggressívari og sækja meira, pússa peysi meira og þjálfarnir þínir, Luka og John Kavanagh líka tala að þú verður að vera að byrja strax. Er það eitthvað sem þú ert að hugsa að bara byrja strax bardagann og leiða hann byrjar? Sko, það fyrir náttúrulega svolítið eftir andstæðing og auðvitað að byrja strax, já, þú ert að vera sjarp frá byrjun, en ég held eins og í síðasta þá var það náttúrulega svolítið bara halda hærra peysi á móti Leon Edwards út af því að hann var svolítið að spila stíginn og náði þarna kannski eitthvað aðeins yfir, skilur, og var ekkert að reyna að advansa, bara svona tikka svona aðeins og þar hefði ég átt að pússa peysi töluvert meira og kom náttúrulega, þú veist, á þess að vera eitthvað að fara fram úr sér, sko, en
En það kemur í ljós hvernig Gilbert sko kemur inn, hvort að hann kannski verður hann alveg dýru vitlaust alla fyrstu lótuna, þá náttúrulega þarf ég ekkert að pússa peysið, þá þarf ég bara að taka mótunum ef hann kemur bara beint í fangið af mér sko. Þannig að við þurfum svolítið að koma í ljós sko, en regardless þá, að halda góðu peysi í gegnum allt dæmið sko, það skiptir miklu máli. Gilbert frábær glímaður, hvernig horfir á hann sem glímann, hvar hann, finnst þér hann vera eitthvað sérstaklega sterkur svona glímulega séð? Ég veit það ekki alveg, ég held að hann svona nokkuð alhliða, hann svona meira upp og á liggur sko. Það sem ég hef séð á honum sko, hann auðvitað hann góður í örugglega flestum stöðum sko, og ég hef séð hann, séð hann í mount, séð hann á bækinamönnum og hann kann að hreyfa sig alls staðar, en síðan hef ég líka séð mikið á honum í mitt bara svona hálfliggjandi í gardstöðunni sko, hjemma og svona bara reyna að hanga á hana sko, þannig að það kemur í ljós sko. En standardegi, hvað það helst sem þú þarft að passa á þar hjá honum? Það náttúrulega bæði yfirhandar hægri, hann með fínan vinstri krók, sparkar náttúrulega í kálfana og lappirnar. Ég bara svona svolítið smá villtur en alveg þokkalega snöggur og explosive. Þetta er bara tíma að setja þetta rétt og svona, hreyfa sig í kringum þetta aðeins og finna réttu tímasetninguna og leyfa honum svolítið að sveifla sko. Og lokum, hvernig sérðu bardagann fara á laugardaginn? Það fer svolítið eftir hvernig þetta spilaðist, hvernig það kemur út og ég allavega mun reyna að klára bardagann og mér finnst líklegt að það gerir svona sirka í annarri lótu. Ég veit ekki okkur, en ég sé það fyrir mér annar lótu. Takk fyrir tímann og gangið vel.